Var þetta ekki draumur líka að skora fyrsta landsliðsmarkið og vinna turnum? Já, ég er náttúrulega að vinna í þeir eru eitthvað að láta sér dreyma að skapa svona sjálfsmark, ég veit ekki alveg hvað bull það en hann var á leiðinni beint upp í skeytin. Jú, þetta var draumabyrjun og við sköpum hellingafærum og héldum þeim frá öllu þannig að þetta var eiginlega bara fáránlega ljúft. Og lýsa aðeins þessu marki? Já, Jói Berg og Gylfi þræða sig hann í gegn á hægri kantinum og ég kem bara inn í stöðu fyrir utan teig og Jói Berg gerir fáránlega vel og finnur mig í fötur og ég ákvað að taka hann bara fyrst að heppnin með mig þetta skipti. Varstu fann að öskra hendi þegar varnarmaður hlaut boltann í? Já, ég sá dómarinn setti flautuna upp í munninn þannig að ég var ekki að stressa mig en leið hann fór inn, þá var ég bara sáttur hann hlauta ekki. Hvernig var tilfinningin sem var í netinu? Hún var ljúf, það var bara gæsa út og finna hvernig stúka var með okkur, það var bara fáránlega næs. En þetta var aldrei hættu í dag? Nei, mér fannst þeir ekki koma að setja okkur undir neina pressu, við vorum bara vel skipulagðir og þétti fyrir og vorum allir að hlaupa fáránlega mikið þannig að það var erfitt að finna glufur á vörninni eins og alltaf á móti okkur finnst mér og það var bara þvílíkt ljúft. Kannski erfið spurninga, var eitthvað neikvægt í leiknum í dag? Nei, það finnst mér eiginlega ekki, ég sá enga veika punkta akkurat í dag. Það er mjög erfitt að hugsa núna og maður er alltaf ekki búinn að fá tíma til þess að reflekta aftur, þannig að maður er kannski ekki alveg með nákvæma mynd af leiknum en tilfinningin er bara að þetta var fullkominn leikur. Bara velli í síðarleika má segja að við skilum bara allt eftir hérna á vellinum, kannski alltaf gengið á velli? Já, ég var með krampa í bankálfum og aftanlæri og rassi þannig að það var erfitt að búta en líka bara ógeðslega ljúft og fínt að fá klappið þarna í endan og finna hvernig, já, landið bakkar mann upp, það er bara yndislegt.